Kennslustund 1, verslunaránægðir. Hei Anna, fannst þú jakka sem þú varst að leita að? Halló já, ég gerði það. Það er fallegt og verðið er ótrúleg. Það er frábær. Er það jakki í góðum gæðum? Já, það er hagkvæmt og vel gert. Ég trúi því ekki hversu heppin ég er að finna það. Það er sigur. Ætlarðu að klæðast henni fyrir sérstakt tilefni? Ég held að ég muni klæðast henni á komandi skemmtiferð okkar. Það mun halda mér heitt og stílhrei. Frábært val. Heldurðu að það passi vel við aðra búningana þín? Alveg, það passar fullkomlega með uppáhalds skallabutsunum mínum og stígvélu. Ágætt. Það hljómar eins og fjölhæft verð. Viltu skoða einhverja aðra hluti? Kannski trefil. Ég hef séð nokkrar litríkar sem myndu bæta jakkanu. Það hljómar fullkomlega. Við skulum leita að einum sem bæti við lit. Góð hugmynd. Já, horfðu á þennan. Það hefur falleg mynstu. Já, það er yndislegt. Það stendur virkilega upp úr. Eigum við að fá það? Já, við skulum gera það. Dásamlegt. Leyfðu mér að setja það upp fyrir þig í borðin. Þakka þér kærlega, já. Ég þakka hjálp þína. Það er ánægja mín. Að versla er alltaf skemmtilegra með vini. Lærdómur 2, kaffiævintýri. Hei Anna, hefur þú kannað einhverjar nýjar kaffihús undanfarið? Halló já. Já, ég fór fram hjá nokkrum áhugaverðu. Ég er alltaf á höttunum eftir frábærum stöðu. Það er spennandi. Ertu með uppáhaldsbragð sem þú vonast til að finna? Ég elska virkilega heslinett. Þetta er svo heitt, traustvekjandi bragð. Heslineta er ljúffeng. Ég vil frekar karamellu sjálf. Það bætir góðri sætleika við kaffi. Karamella er frábær kostu. Ég hef tekið eftir því að sumar kaffihús bjóða jafnvel upp á einstaka árstíðabundna bragð. Já, þeir gera það. Ég sá graskerkrydd latte á einum stað sem er virkilega vinsælt á haustin. Það er satt. Það er ótrúlegt hvernig gestir frá öðrum löndum eru oft forvitnir þessa bragði lík. Nákvæmlega. Það er fín leið fyrir þá að upplifa staðbundna menningu í gegnum mat og drykk. Hefur þú einhver tíma prófað kaffihús sem framreiðir alþjóðlegar blöndu? Ég hef. Ég fór á stað sem var með eþíópískt kaffi og það var nokkuð frábrugðið því sem ég drekk venjulega. Hvernig var það? Ég hef heyrt eþíópískt kaffi hefur einstakt og ávaxtaríkt bragð. Það var frábær, mjög ríkur og aromatískur. Ég vil gjarnan prófa fleiri alþjóðleg afbrigði. Ég líka. Að skoða mismunandi kaffimenningu hljómar eins og skemmtilegt ævintýr. Hér er til að uppgötva nýja bragði og njóta kaffis víðsvegar að úr heiminum. Lærdómur 3, að sigla borgina. Hei Anna, kannist þú við að nota almenningssamgöngur í þessari borg? Halló já. Já, ég er það. Neðanjarðarlestarkerfið er nokkuð skilvirkt og auðvelt að sigla.
Það frábært að heyr. Ég hef þó heyrt að það geti orðið svolítið fjölmennt á tímapunkti. Það getur, en það venjulega viðráðanlegt ef þú skipuleggur ferðir þínar á tímum utan háanatím. Góð ráð. Ertu með uppáhaldsleið eða línu sem þú tekur oft? Ég vil frekar græna línuna. Það fer með mig í nokkur af uppáhalds hverfunum mínum og garðinu. Það hljómar ágætlega. Eru einhverjir staðir sem þú mælir með að heimsækja á þeirri leið? Örugglega. Það yndislegur grasagarður og nokkur frábær kaffihús. Fullkomið fyrir daginn út. Ég elska grasagarð. Þeir eru svo friðsamlegi. Hvernig borgar þú venjulega fyrir fargjaldið þitt? Ég nota flutningskort. Það þægilegt og sparar peninga miðað við staka mið. Það klár. Ég hef séð nokkra fólk nota farsímaforrit til greiðslu líka. Já, margar borgir hafa þennan möguleika nú. Það gerir allt svo miklu auðveldara. Hefur þú einhvern tíma fengið áhugaverða reynslu á meðan þú notar almenningssamgöngu? Ég hitti einu sinni tónlistarmann sem spilar í neðanjarðarlestinni og það breyttist í óundirbúna tónleik. Það hljómar ótrúlega. Það eru stundir eins og þær sem gera almenningssamgöngur sérstaka. Lærdómur 4 líkamsrækt. Hei Anna, hefur þú verið að hugsa að taka þátt í einhverjum líkamsræktarnámskeiðum undanfari? Halló, já, ég hef verið að íhuga námskeið eins og jóga og sumba. Þeir hljóma skemmtilega. Þeir gera það virkilega. Jóga virðist frábært fyrir slökun og sveigjanleik. Nákvæmlega. Ég elska hugmyndina að finna innri frið meðan ég í form. Hefur þú prófað það? Ég hef það ekki en ég hef heyrt að það sé mjög róandi. Sumba hljómar líka spennandi. Já, þetta eins og dansveisla meðan á æfingu stendur. Ég held að þetta yrði sprengjandi. Ég get ímyndað mér. Heldurðu að þú skráir þig í námskeið fljótlega? Ég ætla að. Mig langar að hreyfa mig og hitta nýtt fólk á sama tíma. Það frábær hvatning. Félagsskapur meðan þú vinnur út getur gert það skemmtilegur. Örugglega. Auk þess auðveldara að vera skuldbundin þegar þú ert með hóp. Ég sammála. Hefur þú skoðað einhverjar staðbundnar vinnustofu? Ég fann vinnustofu sem býður upp á margs konar námskeið. Þeir eiga meira að segja pröfuvik. Það hljómar fullkomlega. Að prófa það fyrst klár leið til að sjá hvort þér líkar það. Já, ég spenntur að sjá hvaða námskeið þeir bjóða upp á. Heldurðu að þú munt taka þátt í mér? Ég myndi gjarnan vilja. Það hljómar eins og skemmtileg leið til að vera virksama. Lærdómur 5 matreiðsluánægðir. Hei Anna, hefur þú prófað nýja veitingastaðinn í miðbænum ennþá? Halló, já, ég fór þangað í síðustu viku og það var ótrúlegt. Það frábært að heyr. Hvað pantaðir? Ég átti sjávarfangapastað og það var ljúffeng. Bragðirnar voru svo ferska. Sjávarréttapasta hljómar frábærlega. Ég hef heyrt að grilluð steikurinn sé líka mjög mælt með.
Ég hef séð þetta á matseðlinu. Ég örugglega að prófa það næs. Áttirðu einhverja forrétt? Já, við höfðum bruskett. Þetta var fullkomin byrjun á máltíðinni okkar. Bruschetta alltaf góður kostu. Hvað með eftirrétt? Við prófuðum súkkulaði raunakökun. Það var ríkt og dekadent. Þetta hljómar eins og draumu. Ég elska eftirrétti sem hafa góðan miðstöð. Ég líka. Það bætir virkilega sérstakri snertingu. Viltu fara aftur saman einhvern tíman? Alveg. Mig langar að skoða meira af matseðlinum með þér. Fullkomi. Við skulum skipuleggja dagsetningu fyrir það. Ég get ekki beðið eftir að njóta annars matreiðslutvintýris. Lexía 6 plöntuástríða. Hei Anna, hefurðu verið að skoða einhvern í plöntuafbrigði undanfari? Halló, já. Já, ég alltaf að leita að nýjum plöntum til að bæta við safnið mitt. Það æðislegt. Ég sammála því að það spennandi að uppgötva mismunandi tegundi. Einhverjar tillögur? Alveg. Ég fann nýlega töfrandi fjölbreyttan pótós. Blöðin hafa falleg mynstu. Það hljómar yndislega. Pótós líka svo auðvelt að sjá um. Ertu með einhver ráð fyrir byrjendur? Jú, þeir þrífast í óbeinu ljósi og þurfa aðeins að vökva þegar jarðvegurinn þurr. Fullkomi. Ég hef líka heyrt snákaplöntu. Eru þeir eins litlir viðhalds eins og fólk segi? Já, snákaplöntur eru ótrúlega seiga. Þeir geta lifað við ýmsar ljósaskilyrð. Það frábært að vita. Ég að hugsa að fá eitthvað fyrir heimastofuna mín. Það væri klárt val. Þeir hjálpa einnig við að hreinsa loftið sem bónus. Vá, ég elska það. Hvað með blómstrandi plöntur? Einhver uppáhalds? Ég elska friðalilju. Þeir eru með falleg hvít blóm og eru alveg fyrirgefandi ef þú gleymir að vökva þau. Friðarliljur eru fallega. Ég verð að leita að einum. Heldurðu að þeir þurfi mikið sólarljós? Alls ekki. Þeir kjósa lítið til í meðallagi ljós sem gerir þá fullkomna fyrir innandyra rým. Hér komið að plöntuævintýrum okkar og að búa til okkar eigin litlu grænihöfni. Lexía 7 endurvekja sögu. Hei Anna, hefur þú einhvern tíma hugsað hvernig sagan oft kennd á daufan hátt? Halló, já. Já, ég alveg sammála. Flestir lesa bara úr kennslubókum og það verður leiðinlegt. Nákvæmlega. Sagan ekki bara röð dagsetninga, hún full af heillandi sögum og reynslu. Alveg. Ég elska að læra líf sögulegra persóna og samhengi athafna þeirra. Sama hér. Það gerir fortíðina líða meira viðeigandi og lifandi. Áttu uppáhalds sögupersón? Ég dáist mjög að Kleópatra. Greind hennar og pólitísk færni voru merkileg fyrir sinn tím. Kleópatra frábær kostu. Ég líka heillaður af sögunni hennar. Hvað með atburði?
Endurreisnin vekur mig. Þetta var svo lifandi tímabil listar og nýsköpuna. Samþykkt. Sköpunin á þessum tíma breytti heiminum. Hefur þú séð einhverjar heimildarmyndir það? Já, ég horfði á einn sem kannaði listamennina eins og Leonardo da Vinci og Michelangelo. Þessir listamenn voru ótrúlegir. Verk þeirra hefur áhrif á okkur enn í dag. Örugglega. Ég held að innlima list og sögur í sögukennslu gæti skipt gríðarlegu mál. Þetta glæsileg hugmynd. Það myndi vekja áhuga nemenda og vekja áhuga þeirra á fortíðinni. Lexía 8 netævintýri. Anna, sástu ráðstefnuna í síðustu viku? Halló, já. Já, ég gerði það. Þetta var ótrúleg upplifun. Það frábært að heyra. Tókst þér að gera einhverjar dýrmætar tengingar? Alveg. Ég hitti nokkra fagaðila á mínu sviði og við skiptumst á tengiliði upplýsingu. Það æðislegt. Netgerfið getur opnað svo margar dyr. Hver var uppáhaldsmanneskjan þín til að hitta? Ég hafði mjög gaman af því að tala við ræðumann frá þekktu fyrirtæki. Innsýn þeirra var hvetjandi. Það hljómar áhugavert. Hver var aðalatriðið af kynningu þeirra? Þeir lögðu áherslu á mikilvægi aðlögunarhæfni á vinnustaðnum, sem raunverulega þrungaði mig. Það viðeigandi atrið. Í hinum hraða heimi nútímans lykilatriði að vera aðlögunarhæfur. Nákvæmlega. Ég sótti einnig námskeið árangursríka samskiptahæfni. Samskiptahæfni nauðsynleg. Lærðu þú einhverjar sérstakar aðferðir? Já, við æfðum virka hlustun og hvernig hægt að gefa uppbyggileg viðbrögð. Þessar færni ómetanlega. Hefur þú notað það sem þú lærðir í einhverjum nýlegum samtölum? Ég reyndi virka hlustun í umræðum við liðið mitt og það skipti miklu mál. Það frábært. Hér fleiri tækifæri til að tengja og beita nýju hæfileikum okkar. Lexía 9 ferðasögur. Anna, hvað áhugaverðasta landið sem þú hefur heimsótt? Halló, já. Ég heimsótti land í Suðaustur-Asíu nýlega. Það hefur falleg musteri og töfrandi landslag. Það hljómar ótrúleg. Hvaða land var það? Það var Tæland. Arkitektúr musteranna bara hrífandi. Ég hef heyrt svo mikið menningu Tælands. Vannst þú að heimsækja einhver fræg? Já, ég heimsótti Wat Po, sem þekkt fyrir risastóran Búdda. Það var ótrúleg. Þetta hlýtur að hafa verið sjón til að sjá. Hvernig var andrúmsloftið þarna? Það var friðsælt og andleg. Flókin smáatriði musterisins voru dáleiðandi. Hljómar eins og yndisleg upplifun. Prófaðir þú einhvern staðbundinn mat á meðan þú varst þarna? Ó já, ég prófaði pad thai og mango stykki hrísgrjó. Þeir voru ljúffengi.
Þetta eru vinsælir rétti. Hvernig var bragðið í samanburði við það sem þú hefur fengið heima? Þeir voru miklu ferskari og líflegir. Ég elskaði jafnvægið á sætu og bragðmiklu. Ég get ímyndað mér. Hefur þú hitt einhvern heimamann á ferðalögum þínu? Já, ég gerði það. Fólkið var ótrúlega vingjarnlegt og velkomi. Það gerði ferðina enn betri. Það er svo gaman að heyra. Að ferðast opnar virkilega ný sjónarhorn og vináttu. Lexía 10, þýðingarmikil tengsl. Hei Anna, ég var að hugsa að við ættum að hafa án síma dag helgin. Það er góð hugmynd. Það myndi gefa okkur tækifæri til að eiga þýðingarmikil samtöl án trufluna. Nákvæmlega. Stundum finnst mér tæknin taka burt frá samskiptum okkar. Ég er alveg sammála. Það er gaman að vera til staðar og einbeita sér að hvort öðru. Hvaða starfsemi ættum við að gera? Hvernig væri að fara í gönguferð? Náttúran hvetur alltaf til frábærra samtala. Ég elska þessa hugmynd. Gönguferðir gera okkur kleift að njóta landslagsins meðan spjallað er frjálsleg. Auk þess er það góð leið til að eyða deginum sama. Ertu með uppáhaldsslóð í hug? Já, það er falleg gönguleið við vatnið með glæsilegu útsýn. Það er friðsælt þarna. Það hljómar fullkomlega. Við getum pakkað lautarferð og notið hádegismatsins við vatni. Alveg. Lautarferð myndi bæta við upplifunin. Hvaða snakk ættum við að koma með? Við skulum pakka nokkrum samlokum ávöxtum og kannski smákökum í eftirrétt. Jam, það hljómar ljúffeng. Ég get komið með sæng til að sitja. Frábært. Ég mun sjá drykkjurnar og nokkra stóla bara ef til vill. Ég hlakka virkilega til þess. Það verður hressandi að aftengja í smá stund. Ég líka. Þetta verður frábært tækifæri til að efla vináttu okkar. Lexía 11, matvöruævintýri. Hei Anna, ertu búin að vesla matvöru fyrir vikun? Ekki enn, já. Ég ætla að fara seinna síðdegis. Hvað með þig? Ég er bara komin aftur. Ég fann ótrúlega tilboð á ávexti og grænmeti. Hljómar frábær. Hvaða ávexti fékkstu? Ég tók upp nokkur þroskuð jarðarber og safaríkar appelsínur. Hver er uppáhalds ávöxturinn þinn? Ég elska mango. Þau minna mig á sumari. Líkar þér við þau? Alveg. Mango er ljúffengur. Ég geri yfirleitt smóte með þeim. Það hljómar hressandi. Hvað setur þú í smótið þinn? Ég bæti við jógúrt, smá hunangi og stundum spínati til að fá auka næringarefni. Spínat. Áhugavert val. Breytir það bragðið mikið? Ekki í raun. Ávextirnir yfirbuga spínatbragði. Þú ættir að prófa það. Ég gæti. Ertu með einhverjar aðrar uppskriftir með ávöxtum? Já,
Ég bý til ávaxtasalat með blöndu af berjum, banana og kristi af lim. Jam, það hljómar litríkt og bragðgott. Borðar þú það í morgunmat? Stundum, þetta er fullkomin byrjun á deginum. Hver er morgunmaturinn þinn? Ég á yfirleitt haframjöl með sneiðum banana og kanilstökknu. Haframjöl er heilbrigð. Viltu bæta einhverju öðru við það? Stundum bæti ég við hnetum eða berjum til að fá aukabragð. Það er svo fyllileg. Það hljómar ljúffengt. Ég ætti að prófa þessa samsetningu einhvern tímann. Þú ættir örugglega. Að borða hollt getur verið skemmtilegt og bragðgott. Ég er sammála. Það gerir það að verkum að matvöruverslun finnst þess virði þegar þú veist hvað þú átt að undirbúa. Lexía 12, ferðaætlanir. Anna, ég er að hugsa að bóka flug til Parísar. Það hljómar spennandi. Hvenær viltu fara? Ég stefni á næsta mánuð, kannski í kringum 5 daga. Fullkomin tímasetning. Hversu lengi ætlar þú að vera þar? Það bil viku. Mig langar að skoða borgina vandlega. Frábært val. Eru ákveðnir staðir sem þú vilt heimsækja? Örugglega, Eiffelturninn er á listanum mínum og ég get ekki mist af Louvre. Þetta er nauðsynlegt að sjá. Hefur þú hugsað hvað þú átt að gera annað? Ég vil gjarnan ráfa Montmartre og prófa nokkrar staðbundnar bakkels. Ó, bakkelsi í París eru það best. Áttu uppáhald? Ég elska croissants. Þær eru svo fléttar og smjörkenndar. Hvað með þig? Ég er aðdáandi makarons. Þeir koma í svo mörgum bragð. Jam, ég verð að prófa þau líka. Ertu að skipuleggja einhverjar ferðir fljótlega? Ég er að hugsa ferð til Ítalíu. Mig langar að sjá Róm og Feneyja. Það hljómar ótrúlega. Ítalía á sér svo ríka sögu. Hvað er helsta aðdráttaraflið? Mig langar virkilega að sjá Kolosseu. Það lítur glæsilega út á myndum. Það virkilega gerir það. Og maturinn á Ítalíu er líka stórt jafntefli, ekki satt? Alveg. Ég get ekki beðið eftir að prófa ekta pasta og gelato. Hljómar ljúffengt. Við ættum að deila ferðaupplifunum okkar eftir ferðir okkar. Já, við skulum gera það. Það verður gaman að bera saman skýringar á ævintýrum okkar. Ég hlakka til þess. Að ferðast er frábær leið til að læra. Lexía 13, fjölskyldutengingar. Hei Anna, ég komst bara að því að frændur mínar eru í heimsókn í næstu viku. Það hljómar ágætlega. Hversu langt búa þeir héðan? Þeir búa í 2 klukkustundir í burtu, svo það er ekki of langt. Það er þægilegt. Sérðu þá of? Ekki í raun. Við hittumst venjulega á hátíðum eða fjölskyldusamkomu. Ég skil. Það er samt gaman að ná í fjölskylduna.
Hvað ætlar þú að gera við þá? Ég að hugsa að fara með þá í garðinn á staðnum og kannski veitingastað. Þetta hljómar eins og gaman. Ertu með uppáhalds veitingastað? Já, það frábær ítalskur staður í miðbænum með ótrúlegri pizza. Ég elska pissu. Hvaða áleggi mælir þú með? Margherita pissan þeirra sú besta, einfalda en ljúfeng. Hljómar freistandi. Hafa frænkur þínir einhverjar sérstakar óskir mat? Þeir nefndu að vilja prófa staðbundna rétti. Ég leiðsögumaður þeir. Það frábær. Það gaman að kynna þeim fyrir nýjum bragð. Nákvæmlega, og við getum líka spila nokkra leiki í garðinu. Hvaða leiki hefur þú í huga? Kannski frisbee eða fótbolti, báðir ofboðslega skemmtilegi. Þetta frábærir kosti. Ertu oft að stunda íþrótti? Ég reyni að gera, sérstaklega helga. Það heldur mér virkum. Ég ætti að taka þátt í þér einhver tíman. Það alltaf skemmtilegra með vinu. Alveg, því meira, því gladara þegar kemur að íþróttum. Lexía 14 undir neðansjávar. Hei Anna, ég kom bara aftur úr snorkli og það var ótrúleg. Það hljómar ótrúlega. Hvað sástu? Ég sá litríka fiska og jafnvel skjaldbaka. Það var töfrandi. Vá, sjóskjaldbaka. Voru þeir stóri? Já, það var nokkuð stórt, sundaði þokkaleg. Hefur þú einhvern tíma séð einn? Ekki í náttúrunni, en ég hef séð þau í heimildamyndu. Þeir líta svo blíður út. Þeir virkileg. Fjölbreytnin af fiski var töfrandi. Hvaða litir voru þeir? Skergulir, bláir og jafnvel sumir með röndum. Það leið eins og regnbogi neðan sjóva. Það hljómar fallega. Tekið þið einhverjar myndir? Ég gerði það. Ég náði ótrúlegum skotum af fiskinum og kórallinum. Ég veðja að þeir líta frábærlega út. Áttu uppáhaldsminn? Já, einn trúðfiskur sem gæst út úr anemón. Það svo sætt. Trúðfiskar yndislegi. Lærðir þú eitthvað áhugavert á meðan þú snorki? Ég lærði mikilvægi kóralrifsins fyrir sjávarlíf. Þeir eins og neðan sjávarborgir. Það heillandi. Það svo mikilvægt að vernda hafið okkar. Nákvæmlega. Ég fann innblástur til að gera meira fyrir varðveislu sjávar eftir að hafa séð þetta allt. Þetta frábært hugarfar. Kannski getum við sjálfboðalið saman til hreinsunar hafsinn. Ég myndi elska það. Það væri þýðingarmikil leið til að gera gæfumuninn. Við skulum skipuleggja það. Það alltaf gott að sameina skemmtilegt við að hjálpa umhverfin. Ég sammála. Auk þess gætum við uppgötvað fleiri undir neðansjávar sama. Lexía 15 teymisvinna sigrar.
Hei Anna, hefurðu hugsað hvernig hæfni okkar til að vinna áhrifaríkan hátt áhrif á verkefni okkar? Halló já. Já, teymisvinna skiptir sköpum. Það eykur virkilega sköpunargáfu og lausn vandamál. Alveg, þegar við sameinum hæfileika okkar, getum við náð svo miklu meir. Nákvæmlega. Mismunandi sjónarmið leiða til nýstárlegra lausna. Hver uppáhalds þátturinn þinn við samstarf? Ég elska hugarflustendur. Þeir eru alltaf fullir af orku og frábærum hugmyndum. Ég líka. Það spennandi að sjá hvernig hugmyndir þróast þegar við vinnum saman. Heldurðu að við ættum að setja upp reglulega hugarflugfund? Þetta frábær hugmynd. Það myndi halda sköpunargáfu okkar flæðandi og styrkja teymisvinnu okkar. Fyrir vís, að lokum ættum við að fagna árangri okkar, stórum eða litlum. Ég sammála. Að viðurkenna árangur okkar eykur starfsanda og hvetur alla. Hvernig væri að skipuleggja litla hátíð eftir að næsta verkefni okkar lýkur? Það hljómar fullkomlega. Smá hátíð getur raunverulega komið liðinu saman. Nákvæmlega. Mikilvægt að meta þá erfiðu vinnu sem við öll leggjum í okkur. Lexía 16 forvitnir hugar. Hei Anna, ég hef verið að hugsa mikið alheiminn undanfarið. Það áhugavert. Hvað ertu forvitin Mér finnst gaman að finna svör við mörgum spurningum sem ég hef. Ég fæ það. Hver ein stærsta spurningin þín? Ég hef alltaf velt því fyrir mér, hvað heldur stjörnunum uppi á himninu? Það djúp spurning. Ég held að það hafi með þyngdaraflið að gera, ekki satt? Já, þyngdaraflið dregur allt saman, en það heillandi hvernig það virkar. Það í raun. Alheimurinn svo mikill og dularfullu. Hefur þú einhvern tíma leitið á stjörnurnar og fundist lítið í samanburð? Örugglega. Það gerir þér grein fyrir því hversu stórt allt Og það vekur forvitni aðrar reikistjörnur og vetrarbrautir. Nákvæmlega. Heldurðu að það sé líf á öðrum plánetu? Ég vona svo. Það væri ótrúlegt að uppgötva ný lífsform. Það væri ótrúlegt. Ímyndaðu þér hvernig þeir gætu verið. Hæ, þeir gætu verið allt öðruvísi en við. Það gaman að hugsa Hvaða aðrar spurningar hefur þú? Ég velti oft fyrir mér svarthol. Hvernig myndast það? Svörtuholur dularfulla. Þau mynduð úr hrynjandi stjörnu. Það svo forvitnilegt. Mér þykir vænt hvernig vísindin hjálpa okkur að skilja þetta. Ég líka. Að læra alheiminn opnar huga okkar fyrir nýjum hugmyndu. Ég sammála. Þetta óendanleg uppgötvinarferð. Vinsamlegast gerast áskrifandi, líkar við og deila rásinni okkar. Stuðningur þinn hjálpar okkur að búa til meira frábært efni. Þakka þér fyrir.